Já, veriði sælir áhættu góðir hér í KA TV. Önnur útsending dagsins hér á KA TV. Núna er komið af blakinu. KA gegn HK í úrvalsdeild karla. Þetta er alltaf fyrir KA-liðið, þetta gríðarlega mikilvægur leikur. KA-liðið er fyrir þessa helgi í 5. sæti deildarinnar. Fáum kannski bara upp deildastöðuna, við séum aðeins reynd í þetta. Og við sjáum hana hér. Hérna er enda vantar inn að Vestri og Hamar spiluðu í dag. Hamar vann þá 3-1, þannig að Vestri er sem sé áfram með 33 stig. KA 30 stig þar fyrir aftan. Á sem sé þennan leik til góða. En Vestri þá búið að vinna 43 hrinur, KA 39. KA þarf í rauninni að sækja minnsta 4 stig helst úr þessum 2 leikjum. Liðið mætast aftur á morgun klukkan 1. En það kemur í ljós hvernig það allt fer. En þetta nummer 1, 2 og 3, KA-liðið þarf 3 stig í dag. Það allavega kæmi liðin í töluvert betri stöðu fyrir morgundaginn. HK eins og er í öðru seti. Afturhelding búið að klára sína leiki. HK fer ekki ofar né neðar. Það er kannski litla keppa verið þá. En sjáum bara hvernig þetta fer. Kíkjum við liðin. Svona í fljótu bragði áður en við byrjum þetta. Byrjum á gestunum. Númer 1 er Hristian Dimitrov, stigasti leikmaður deildarinnar, búinn að vera algjörlega magnaður fyrir gestina. Númer 3 er Lúðvík Már Matthíasson, fyrirliði gestana. Númer 10 er Nökkvi Freyr Halldórsson. Númer 11 Matthías Kloska. Og númer 12 er Elvar Örn Halldórsson. Númer 13 Markus Ingi Matthíasson. Númer 15 Kristoffer Björn Ólason. Númer 17 Valens Torfi Ingimundarsson. Og 20 Arnar Birkir Björnsson. Og þjálfari HK er að vanda Massimo Pistoia. HK eins og segi í öðru sæti deildarinnar töpuðu fyrir Hamar í undanúrslitum Kjörungsbikarsins á dögunum. Og KA tapaði svo fyrir Hamar í úrslitaleiknum. Eins og þið verið Hamar hefur að fara illa með anstanga sína. Rennum fljótt yfir KA-liðið. Númer 1 er Óskar Fernández Zelis, kom með 274 stig í vetur í 20 leikjum. Það er ansi magnað. Númer 2 er Patrik Gabriel Bors. Númer 3 er Miguel Mateo Castrillo, 343 stig og honum í 20 leikjum. Þetta er náttúrulega algjörlega magnað. Andrei Collins dos Santos, þjálfari KA og spilþjálfari. Númer 6 er Birkir Freyr Elvarsson, líberóinn okkar magnaði. Númer 7 er Alexi Alexander Arnar Þórisson. Númer 9 Sölvi Páll Sigurpálsson. Númer 10 Hermann Bíring Ottarsson. Númer 11 Draupnir Jarl Kristjánsson. Númer 12 Edvard Konstantín Pors. 13 Gísli Martin Baldvinsson. 14 Börkur Marinusson. 20 Benedikt Rúnar Valteinsson. Og Andrei er sem fyrr þjálfari, spilandi þjálfari. Og mér sýnist í fljótu bragði að hann verði líberó í dag. Þetta er verið að staðina á okkur. Og staðan 1-0 fyrir HK, þessi fyrsta uppgjöf klikkaði. Kemur Lúðvík fyrir gestina á erfið bolti frá Birki en þið bergaði þessu og KA-liðið er með flottan bolta og jafna hér í 1-1. Já. Eins og segi, Vestri og KA berjast þetta loka sæti í úrslitakeppninni og KA-liðið þarf að sýnast gott andlitið hér í dag. Það gerist ekki þarna, þetta var pjúra net á KA-liðið. Og HK komið í 2-1. Bæði stig gestana eftir mistök KA-liðsins. Fyrst mistöð uppgjöf og þarna svo net. En já, Arnar Már Sigurðsson
fjarri góðu ganni í dag, þannig að já, Andri Collin spilandi þjálfari í líberótreyju, en ég reikta svo sem fastlega með að Birkir sem hefur verið flottur í líberóstöðunni hjá okkur í vetur taki nú bara allan leikinn. Sendum hann að spata kveðjur á Arnar sem er nú örugglega heim með að horfa. Já, einhver smá reikistæta þarna. Ég veit ekki alveg hvað er að orsaka þessa töfina hjá okkur. En liðin geta alltaf bara farið aðeins yfir stöðuna. En já, þessi HK-liðið fer ekki ofar en þetta annað sæti sem þeir sitja í núna. En ég trúi samt ekki öðru heldur en þeir séu mættir hingað norður til þess að standa sig. Þessi liðið mætast aftur kl. 1 á morgun og kl. 15:30 á morgun mætast kvennaliðin. Og KA er orðið deildarmeistari fyrir þann leik kvennamegin og fær deildarmeistaratitilinn í hendurnar að leik loknum. En þessi uppgjöf út og staðan því 2-2. Þetta fer rólega á stað, bæði lið svona ekki alveg búin að finna taktinn. Þetta eru eins og tvö lið sem eru vön að sína flott og skemmtilegt blag. Sjáum, kemur Kristján og vá! Þetta gerir hann virkilega vel. Hann skorar hérna sitt fyrsta stig í kvöld og þau verða alveg örugglega fleiri. Algjörlega magnaður leikmaður. Kominn aftur til Íslands eftir verið út í mennskunni. Og boltinn upp á Alexander og Lexin er að skora. Já, gott spil upp á miðjuna og Lexi þrumar þessu. Og það var heldur enginn að var taka á þessu, þó er að reynt það. Fyrsta stigið hjá Lexa. Og áfram jafnt hér í upphafið 3-3. Kemur Matteo, hörkubolti frá honum, en það er enn ein uppgjöfin sem klikkar. Og talandi missa það ekki að þessi er út og staðan því 4-4. Fín móttaka, boltinn hérna upp og fín vörð að KA liðinu og kemur herfið bolti upp á miðjuna og Lexa, en Lexi kemur hann yfir boltinn af hávörninni. Hvar endar þessi bolti? Kemur Matteo bombar þessu og þetta er hörkustig á Miguel Matteo Castrillo. Hans fyrsta í kvöld. Matteo heldur betur búinn að vera magnaður í undanförnum leikjum og hefði nú alveg getað verið valinn maður leiksins í úrslitaleik Kjörnsbikarsins á dögunum. En það er nú yfirleitt venjan að liðið sem að vinnur þessa úrslitaleiki, það er líka með mikilvægasta leikmanninn. En frammistaðan hjá Matteo í þessum 3 hrinum var algjörlega mögnuð. En hefði búið að dæma net á gestina og KA hefði komið í 6-4. Kemur Kristján og vá, þessi bolti úr afturlínunni hjá honum. Það var algjörlega óverjandi. Kristján kom með 2 stig, minnkar þetta í 6-5 eða 5-6. Og þá er komið á honum Nökkva Frey
fyrir gestina. Eins þetta svona aðeins að koma til eftir brössuga byrjun. Upp á Óskar Fernandes og þau frábær björgun hérna hjá honum Valens Torfa og svo blokkar Óskar. Hvar endar þessi bolti? Aftur Valens og sjáuði Birki að þarna lúrir hann Elvar Örn á miðjunni og skóplar þessi gólfið. Já, þetta var skemmtilegt rally og það er endanum hann Elvar Örn sem að jafnar hér metin í 6-6. Boltinn kom hann þægilega fyrir og hann einfaldlega skóplaði hann í gólfið. Fín móttaka hjá Birki, boltinn upp á Óskar en frábær blokk hjá honum Elvar Örn. Komið með 2 stig í röð og þetta var hans fyrsta blokkstig í leiknum. Og hann fagnar þessu vel og innilega, svo skiljanlega. Það er fátt skemmtilegri í blakinu heldur en að skora blokkstig. Kannski lauma sem er skemmtilegri. Kemur Óskar. Þessi bolti er inni. Já. Óskar Fernandes Celis. Ekki bara öflugur innanvallar, einnig öflugur utanvallar. Starfsmaður Blakdeildar KA hefur verið stór þáttur í því að starf Blakdeildar er alltaf að verða stærra og faglegra. Sem ég ætla bara magnað. Áfram bjartir tímar framundan hjá Blakdeild KA og hér kemur ás hjá Lexa. Flottur bolti hjá Lexa og KA komið aftur yfir. En talandi þetta blómlega starf hjá KA að B-lið KA varð deildarmeistari í fyrstdeild karla á dögunum. Og við ætluðum nú að hylla strákarna fyrir leik en það varð smá breyting þar á og við munum hylla þá hér í leikslok. Þannig að það er ennþá nú framundan þó þegar leik verður lokið. En aftur að leiknum kemur Kristján úr afturlínunni, frábær vörn hérna og í kjölfarið kemur þessi bolti frá Kristoffer út. Já, þetta var ansi gott. Edvard Konstantín Eddi náði að krafsi hérna boltan, fór á þessi yfir netið en kjölfarið settu gestinir boltan út og KA fekk stigið. Kemur Kristján enn og aftur úr afturlínunni er hann að þrumis í gólfið. Það er bara rosalega erfitt að stöðva þetta. Enda segir það allt sem segja þar hvað hann er búinn að skora mikið í vetur. Hann hefur skorað bara að vild. Það kemur boltinn á miðjuna. Virkilega vel gert hjá Arnari. Mættur undir boltan og boltinn upp á Matteo reynast að lauma og skorar. Já. Það er ekki alltaf að vera fast og Matteo hafði yfirsýnina í að sjá að hann var eina við til að lauma. Annað stig hjá Matteo og KA 10, HK 9. Þetta er stál í stál hér í upphafi leiks. Og er Óskar í uppgjöfinu fyrir KA. Langur taka ágætlega á móti þessu, er þetta smá vandræðum hérna og skilur hann yfir. Boltinn upp á Matteo, þessi er inni, já, hnitmiðaði bolti á Matteo, alveg út í horn og kemur KA í 2 stiga forystu, 3 stig hjá Matteo. Rosalega gaman að fylgjast með þeim Matteo og Óskari, miklir skorarar og Börkur Marinósson uppspilari hefur smell passað í liðið. Og já, þarna setjaði boltan í blokkinu og í gólf og Valens Torfi komin á blað.
Já, Birkir að bjarga þessu, vel gert hjá honum og svo kemur Eddi, setur hann út, en stifar út hjá honum. Já, ágætisbolti, en rétt út fyrir hann og aftur eru komin í jafna stöðu, 11-11. Boltinn skoppar hann nettunni, Birkir vandanum vaxinn, kemur Matti og skóplar honum yfir háhörnina og þessi í gólfið, Matti að leika við hvort sinni fingur hér í byrjun, 12-11. Sjáum hérna 4 stig hjá honum, 2 smöss, 2 laumur. Kemur Hermann, flottur bolti, þeir gera ágætlega úr þessu og þeir ná að bjarga þessu, Hermann setur hann yfir en nú lagið hjá gestunum, kemur fín hávörð hjá strákunum, boltinn upp á Edda og Eddi, já, setur bara langan í hornið. Þar endar þessi, kemur aftur, hörku smass hjá Kristján Dimitrov, skoppar á netinu og þá erfitt að leysa í boltan og Kristján að jafna hér í 12-12. Eins og Matti komið 4 stig. Þetta eru svona eins og fyrirfram Matti búast við helstu skorar liðana. Kemur Eddi hinum megin. Hörkubolti og upp í loft. Káa fær stigið. Edvard Konstantin Bors komin á blað. Og já, Matti bara með öruggan bolta núna. Boltinn upp á miðjuna, þetta sem var bara í netið frá honum Elvari. Og Káa komið aftur, 5 stig yfir, 2 stig í röð. Já, Matti tók bara öruggan bolta áðan. Hvað gerir hann núna? Pressuboltinn frá honum áðan fór í net og tilbaka. Jæja, þá allt að verða klárt aftur. Já, nýtt ekki vera minni aftur á að liðið mætist aftur á morgun klukkan 1 hér í Káðuninu og kvennaleikurinn svo KHK klukkan 15:30. HK fer ekki í úrslitakeppnina kvennamegin og KA orði deildarmeistari, þannig að kannski það ekki beint mikið undir í þenn leik en það að gera að mæta og hylla stelpurnar okkar, deildarmeistarar í vikunni og lyfta titlinum í lok leiks og eru svona kjöringsbikarmeistarar síðustu helgi. Búin að vera algjörlega frábærar í vetur, strákarnir okkar. Það vanta aðeins upp á stöðuleikan hjá þeim í vetur og þess vegna eru þessari stöðu núna að berjast fyrir að komast í úrslitakeppnina. Það vonandi tekst það. Þeir sýndu og sönnuðu í bikarnum á dögunum að það býr hellingur í þessu liði. Slógu fyrst út afturheldingu í 8 úrslitunum sem var virkilega vel gert hjá þeim. Slógu svo út lið vestra í undanúrslitunum og þrátt fyrir tap í 3 hrinum fyrir frábæra liði Hamars þá voru strákarnir virkilega góðir í þennan leik og það eiginlega svona mjög fúlt að leikurinn hafi ekki farið í allavega 4 hrinur. En það segir bara allt styrkleika Hamars liðsins sem eins og segir vann 3-1 sigur á vestra í dag og þau mætast aftur á morgun. Hamar 3 stigum fyrir ofan KA fyrir þessa helgi. Þannig að við þurfum að treysta á að Hamarsmenn klári leikina morgun líka. Svo þurfum við sjálfur að klára okkar verkefni hér í dag og á morgun gegn frábæra liði HK.
Þannig að það áfram mikil spenna í deildinni. En þetta orðin ansi löng pása hérna. Ekki alveg viss hvað að eiga sér stað hérna á rittaraborðið. Báðir dómarar leiksins að fara yfir málin. Og einu sem þið getið gert heima að hlusta á rausið í mér. En eins og ég segi, Káa liðið búið að vera að stíga upp að undanförnu og það væri auðvitað alveg frábært til strákarnir næðu að koma sér í úrslitakeppnina. En á sama tíma eru vestramenn búin að vera líka virkilega flottir og bæðir í raun alveg sem eiga skilið að vera þarna í keppni þeirra bestu. En þetta komið aftur á stað, Kristján situr hann út og Káa komið í 15-12. 3 stig í röð. Og þetta svona að líta ágætlega út. Tekur Massimo leikhlé fyrir gestina. Nýbúið að löng pása, það er ekki að fara vel yfir hlutina en nei, Massimo tekur leikhlé núna. Já, sjáum hérna stiga skorarana til þessa. Matteo 4 stig á Káa, Lexi 2, Óskar og Eddi báðir með 1 stig. Já, HK Kristján með 4, Elvar Örn 2 og Valens Torfi 1. En já, þetta fer svona tiltölulega rólega stað en Káa-liðið núna komið 3 stig í röð og í ágæti stöðu hérna þegar að koma hérna að mikilvæga kaflanum, lokakaflanum í þessari fyrstu hrinnu. Kemur Matteo, fínn bolti, þessi inni, þessi var inni. Hann var tæpur og þeir leta hann fara gestirnir en þessi var inni, ekki nokkuð spurning um það. Og ásjá Matteo, 4 stig í röð Káa, 16-12. Áfram Matteo í uppgjöfinni, kemur hérna fastur bolti, frábærlega gert í móttökunni þarna og svo kemur Kristján með bolta gjörsamlega lóðrétt niður í gólf og þeir ná þar með að losa stöðuna. 5. stig hjá Kristján og sá að standa sig. Fer svo í afturlínu og í uppgjöfina. Kristján sé örugglega búinn að skora 3 af þessum 5 stigum úr afturlínu, þannig að við getum ekkert að slaka á þó að hann sé komin aftur. Óskar, vel gert í móttöku, kemur svo Eddi, hann blokkaður en boltinn inn í leik. Og, næ, áfram. Þetta nú já, ég ætla að segja, sleppa þess, þetta var klálega 4. snertingin á Káa-liðinu, einhver misskilningur á strákunum og HK létu vel í sér heyra skiljanlega. Þetta var frekar augljóst. Dómararnir báðir hikuðu aðeins en endanum réttur dómur. 4. slagið á Káa. Kemur aftur Kristján. Svaka bolti aftur, vel gert hjá Óskari. Boltin upp að Edda. Eddi blokkaður, frábær blokk. Og þetta 4 stiga forskot að fara hér 3 í rauði HK. Og var þetta ekki Elvar Örn sem að blokkaði, við sýndist það allavega. Oft erfitt að lesa í hárnina. En já, 16-15, HK að svara strax fyrir sig. Kemur Kristján aftur. Hörkubolti og þetta ásjá Kristján. Það svo rosalega erfitt að eiga við þessa bolta. Virkilega fastur bolti, kemur eiginlega bara lárétt á menn og svo flöktir hann þar að auki. Staðan orðið 16-16.
Aftur kemur Kristján og Óskar gerir þetta virkilega vel. Hraði boltamiðin á Lexa og Lex að skora að sjálfsögðu. Káan að halda í frumkvæðið og líka ansi gott að losa Kristján út úr uppgjafastöðunni. Við vorum í vandræðum með hann. Þá Edvard Konstantín Bors í uppgjöf fyrir Káa. Smá vandræði og bara meira bara smá vandræði, bara bullandi vandræði hérna á móttökunni. Og Eddi fær hérna skrána sig ás. 18-16. Koma aðeins meiri sveiflur í þetta núna. Og jafnt á eiginlega öllum tölum í upphafi. Eddi aftur og aftur í vandræðum. En ná að skilja hún yfir núna. Kemur aftur Lexi hratt, spila á miðjuna og Lexi klárar. Þetta slapp til. Setur hann eiginlega bara með olbónum yfir hérna, en hann það hávaxinn að Lexi að hann sleppur til hjá honum. Og Káa 3 stigum yfir, 19-16. Eddi áfram. Nú þess að móttaka mjög góð. Og hörkubolt á kantinum. Eddi nær að bjarga þessu og þetta auðvelt. Strákarnir í vandræðum hérna og Nökkvi Freyr ekki vandræðum með að ýta þessum í gólfið. Vel gert hjá honum. Ja. Upp á Matteo. Æja, Kristján reynir að bjarga þessu og þeir komur ekki yfir. Þeir voru tæpir en þessi bolti var aldrei á leiðinni yfir netið. Og kemur Kristján over afturlínunni og setur hann út. Þessi út frá Kristján og Káa 21-17 yfir núna. 4 stig viðbótar að klára þessa fyrstu hreinu. Þá tekur Massimo aftur leikhlé. Já, sjáum hérna stig úr smössum. Kristján með 5 stig, Valens Torfi með 1 hjá Káa, Lexi með 3 stig úr smössum, Matteo 2, Óskar og Eddi 1. Það gaman að rýna í þetta. En jæja, 4 stiga munur Káa í uppgjörni. Lexi ansi uttalega taka boltan og hvað endar þetta? Hávörðin frábær hérna hjá Káa-liðinu. Hermann Byring, hann klárar þetta. Já. Hermann með gott blokkstig. Það fyrsta hjá Káa í leiknum og skyndilega 5 stiga munur. Lexi. Aftur vel gert hjá Lexa í uppgjöfinni og aftur setur á kantinn en núna nær að tróða boltanum yfir og Valens Torfi væntanlega hansi sáttur að ná strax að kvitta fyrir blokkin áðan. Valens kom með 2 stig bæði á smössum, minkar þetta í 22-18. Elvar Örn fyrir gestina. Birkir setur hann nálægt netinu en virkilega vel gert hjá Berki. Berkur setur hann, það að koma hann upp á Hermann og Hermann skópar þessi gólfið. Hermann komið núna með 2 stig á skömmum tíma. Virkilega gaman hvað Hermann hefur tekið. Það er virkilega stór skref í vetur.
Það er orðin bara virkilega flottur og góður leikmaður og hérna er einhver misskilningur hjá gestunum og KA er komið í 24-18. Ég trúi ekki öðru en að strákarnir náðu að klára þessa stöðu sem eru komnir í. Vantar 1 stig til að klára fyrstu hrinu. Og hérna ætlaði Börkur að vera sniður. Boltan alveg ofan í nettið en yfir vildi boltin ekki. Og HK fær hérna séns á að svara fyrir sig. Lúðvík Már í uppgjöfinni, fyrirliðin sjálfur. Það er pressa á honum. Má ekkert klikka núna. Og hér kemur hann. Börkur situr hann á Óskar. Óskar, hann er blokkaði, frábær Hávörð. Kristoffer með svo þetta monsterblokk eins og sem við myndum kalla þetta. Og Kristoffer kominn á blað. 24-20. Þetta er ekki búið. KA-lið þarf að sækja þetta stig. Kemur Lúðvík. Jæja, boltinn er upp á Óskar aftur. Óskar laumar og er að berga þessu. Já. En aftur í sensu KA. Kemur Matteo. Og Matteo blokkaður en vel geta Birki. Hann er að fara undir. Og aftur er Matteo blokkaður og aftur er Birki klár. Og aftur kemur Matteo. Og nú klárar hann þetta. Matteo í 3. skiptið. Og þá náum við að klára þessa hrinu 25-20. Þetta var magnað og oft sagt að ef maður er blokkað vill fá að smassa strax aftur. Matteo var aftur blokkaður. Þá fekk hann bara 3. sensinn og kláraði þetta. KA tekur fyrstu hrinu 25-20. Þetta er mjög mikilvægt fyrir KA-lið að ná hér fyrstu hrinu. Byrjum bara á tímalínu góðu. Sjá, þetta var jafnt og spennandi. Eiginlega jafnt á öllum tölum lengi vel en síðan náði KA aðeins að slíta sig frá í stöðunni 16-12. En þá komu 4 stjörður hjá HK og þeir jöfnum yfir 16-16 en þá kom aftur öflug kapli hjá KA-liðinu og strákarnir, ég ætla svona að segja það, ég ætla að svona vinni þessa fyrstu hrinu sanngjarnt. Það var svona aðeins jafnari framistæð hjá strákunum og já, komnir í 1-0 hér. Kíkjum á tölfræðina í fyrstu hrinu, eða já, skoru stig á Matteo, 6 stig ásamt Kristján hjá gestunum, Lexi 4, Hermann Býring og Edvard Konstantín Bors 2 stig, Óskar með 1 stig, munum við örugglega sjá meira frá Óskari í næstu hrinum. Kristján 6, Elvar Örn 3, Valens Torfi 2 og Nökkvi Freyr og Kristoffer báði með 1 stig. Sjáum svo tölfræðina hérna úr fyrstu hreinunni 25-20 sigur KA, 9 smastig KA gegn 7, 3 ásæri KA gegn 1, 2 laumur sig hverju megin. HK sem við öflir í blokk, náðu 3 blokkstigum gegn 1. En annars, já, 10 mistök sem að HK gerir sem gefur KA stig gegn 8 á KA, eins og 4 misheppnaðar uppgjafir á KA-liðinu. Það komið allar í byrjun leiks. Síðan náðu við að loka fyrir mistökin og KA-lið var einfallega með aðeins öflugri sókn. Þetta var eiginlega aðalega Kristján sem að var að skora fyrir HK. En já, þetta var mikilvægt. Og staðan 1-0 fyrir KA. Þá erum við að vera klár í næstu hrinu. Já, alltaf að vera klárt hérna. Þessi fyrsta hrina, hún tók nú þóngu tíma og var svolítið stopp. Þá kannski aðeins meira tempo í þessa aðra hrinu. En þetta er að vera klárt. Lúðvík Már Mattíasson, fyrirliði HK í uppgjöfinni. Búin að taka 3 uppgjafir í dag, engin klikkað. Spurning að það breytist eitthvað hér.
Hér kemur hann. Nei, örgubolti, Birkir tekur þess að vel á móti. Og Óskar, hann hikar aðeins en tíma setja þess að svo endanum frábærlega og setja boltan beint í gólf. 1-0 KA og Óskar, eins og ég sagði, hann myndi klálega skora meira heldur en þetta eina stig í fyrstu rauninni. Magnaður stigaskorari og já, sjáum hérna Börkur með góða uppgjöf og náðum ekki að berga þessu endanum. Og gestirnir jafna hér í 1-1. Þetta eins og segi eru 2 hörkulið og ég reikna með því að þetta verði allt jafnt og spennandi hér í kvöld. Hörkubolti og Birkir í vandræðum með þennan bolta. Og Valens Torfi sækir hérna sitt 4. stig og þetta er ás hjá honum. HK 2-1 í vinnuna. Valens kemur hér aftur. Hörkubolti frá honum af netinu og Óskar gerir þess að vel í að berga þess en missar hann yfir. Hratt til að miðjuna og hér skorar Kristoffer. Hermann svona gerir sér líklegan í að blokka hann en boltinn að endanum dettur beint í gólfið og Kristoffer með sitt annað stig í leiknum. Valens áfram í uppgjöfinni, kemur aftur hörkubolti frá honum. Flott móttaka af Edda. Kemur Matteo, þessi er út. En þetta maður net á gestina. Þeir vilja ekki kannast við þetta gestirnir en nei, net niðurstaðan. Og KA losnar því við hann Valens í uppgjöfinni og kemur Óskar hinum megin. Óskar, flottur bolti, flott móttaka og svo kemur þessi bolti í bláhornið og Kristoffer skorar núna sitt 3. stig. Já, mega það, hann er að eiga flottan leik. Komin núna 2 smarsteg á skömmum tíma. Þar áður var 1 blokk hjá honum. Börkur upp á Edda, Eddi blokkaður og þeir ná ekki að berga þessu. Frábær blokk. 4. blokkstíg gestanna og já, ætli það ekki verið Elvar sem að klára þetta. 4. blokkstíg hjá gestunum og þar hefur Elvar Örn mikið að segja. Kemur Matteo, þetta var frábært. Góður bolti hérna út á Matteo og Matteo fljótur refsa, hávaðin ekki klár. Og þegar leikmaður eins og Matteo fær svona sensa, þá enda boltin alltaf í gólfinu. Hermann. Já, móttakan fín og kemur Kristjánes, sjáu þið þetta, hann er að blokka þetta en þeir koma hann yfir, tilbaka nú í sensinu KA, kemur Lexi og þetta er gott. Börkur að spila frábæra bolta upp á Lexa og Lexi með 5 stig hérna. Sá er að standa sig að miðjunni. Þessi hröðu boltar upp á miðjuna eru að svínvirka og KA er búið mikið af fyrir 1. Þeir missa þetta móttökuna tilbaka. Börkur upp á Matteo laumar en frábærlega gert hérna. Við komast undir. Fín vörð að KA á móti. Lexi skilar yfir. Nú er séns hjá HK. Hrattur svo miðun og þetta var neti. 4 slag á gestina og KA er búið að jafna í 5-5. Já. 3 stig eru hjá KA. Búinn á að svara fyrir þessa góðu byrjun hjá gestunum. Hermann. Ágætis móttaka kemur. Hávörnin hjá KA-liðinu. Þetta var magnað að sjá og Lexi heldur að raða inn stigunum. Hans fyrsta blokk í leiknum. Önnur blokkin á KA-liðinu. Lexi kom með 6 stig. KA leiðir nú 6-5. 4 stig eru á KA. Fín móttaka hjá gestunum og Kristján, já, álega aldrei spurning og þetta enda með stigi.
Setur hann í blokkina og svo út og Kristján kom með 7 stig. Kristján Dimitrov, þetta eins og segja, þetta stórkostlegur leikmaður. Búinn að bæta sig heldur betur eftir að fóra út í atvinnumennskuna. Og gaman að sjá hann mættan aftur til Íslands. Það kemur hann úr afturlínunni og þessi úti. Sýnist mér allavega, nei. Þeir eru ekki alveg vissir. Línuvörðurinn dæmdan úti. Nei, ok. K.A. fær bolta, hann var rosalega tæpur en línuvörðurinn okkar var alveg viss. Það svona fannst mér skrítið að ætluðu ekki að taka mark á því. En ég skil alveg að Lúðvík ætlar aðeins að fá að ræða málin. En alltaf erfitt að meta þetta gerir svo hratt. Svo náttúrulega þegar boltinn svona fastur þá verður hann að fletjast út og þá náttúrulega tekur hann aðeins meira pláss á gólfinu og veit ekki hvað og hvað. En mín fyrsta tilfinning var allavega að þessi væri út. En ég ætli Lúðvík sé að biðja að þetta verði endurtekið. Nei, það bara áfram. K.A.-liðið fékk stigið, þessi bolti dæmdur úti. Kemur Matteo í uppgjöfina. Hörkubolti, hann út hins vegar. K.A.-liðið byrja að fagna, horfa svo allir á dómarann hvort hann hafi ekki örugglega verið úti. En jú, þessi var úti, það var ekki nokkuð spurning það. Og kemur Nökkvi með hennar bolta, hann út og nokkur mistök núna í röð. K.A. stigi yfir, sjáum hérna 5 uppgjafi klikkaði á K.A. 3 hjá HK. Eddi fyrir K.A. Fín bolti, fín móttaka hins vegar og kemur Kristján og hann blokkaður. Lexi með magnaða blokk. Og K.A. komið í 9-7. Frábær svar eftir að HK hefði komið svona 3 stigum yfir í byrjun. Þannig K.A. núna 2 stigum yfir 9-7 og þetta lítur nú bara nokkuð vel út. Eddi með bolta áfram, móttakan í lagi hjá HK. Birkir skilar þess að Börkur upp á Óskar. Óskar af háordinu niður. Já. Það finnst varnarleikurinn hjá K.A. bara virkilega góður. Ég veit kannski verið svona helstu vandræðin hjá K.A.-liðinu, það að móttakan hefur verið, að varnarleikurinn hefur verið ekki alveg nógu stöðugur og okkar öflugi sóknarleikur sem við liðið fyrir það, en þetta að líta vel út fyrir dag. Og í þeim töluorðum kemur Kristján með sína 7. neglu en hans 8. stig. Og eins og ég segi, hann svona að fara fyrir HK sókninni eins og svo sem mátti búast við. Elli var með hennar bolta, Birkir ekki vandrað með þetta, boltinn svo upp á Óskar. Óskar á háordinu og niður. Já, Óskar farin að býta frá sér. 4. stigið hans. Já, komið 3 í þessari annarri hrinu. Það var alveg vita mál að hann myndi svara fyrir það að hafa aðeins skora 1 stig í þessari fyrstu hrinu. Kemur Lexi. Flottur bolti, hann úti fer hann. Og þá Lúðvík fyrir HK. Þetta með fína móttöku, boltins upp á Óskar. Óskar, nei, nú setur hann uttalega í netið, ætlaði að sneiða hann fram með háhorninni í einskismannslandi sem var hérna við kantinn hjá HK. En boltinn neðarlega
2 stig í röð hjá HK 11-10. Þetta eins og ég segi, þetta stál í stál og þetta verður virkilega krefendi hjá KA að sækja 3 stig í dag. En það þurfum mann eins og þennan, Miguel Mateo Castrillo. Kemur með 12. stigið. Og nei. Þetta vitlaust, þetta Mateo. Boltinn hér upp á, ok, Hilkið fyrir Hermanni og Hermann reyndi að bjarga þessu en Óskar svo í ómögulegri stöðu að reyna að bjarga þessum sveitibolta og HK minnkar til munin aftur í 1 stig. Það var skipting, Nökkvi Freyr út og inn á kemur Markus Ingi. Eins og ég segi, HK kannski ekki rosalega mikið undir hjá þeim í þessu leik en enginn spenntur fyrir því að ferðast norður til þess að tapa. Þannig að við vitum það að við þurfum að hafa mikið fyrir þessu. Og Mateo setur hann yfir. Og kemur hér hörku á kantinum. Birkir svo vel staðsettur og hvað dæmaði hér? Dæma tvíslag. Tvíslag á KA-liðið. Og HK því búið að jafna í 12-12. Valens áfram fyrir gestina. Mjög öflugar uppgjafir og þessi bolti löglegur áfram. Þau var við það að fara hérna upp í net, nei upp í þakferðingiði. Og kemur Mateo. Þessi bolti var rosalega nálægt hérna netinu. Því auðvelt fyrir hávörðina að blokka. Og Kristoffer Björn Ólafsson með góða blokk þarna. Og þá klikkar Valens, setur hann í netið. Og strax aftur í jöfn staða, 13-13. Ef að KA og Vestri verða að gefna stigum þá er það hreinu hlutfall sem gildir. Þannig að það skiptir miklu máli að tapa helst ekki hreinu í kvöld og morgun. En og aftur er það Kristján Dimitrov sem er að skora fyrir gestina og kemur HK í 14-13. Börkur setur hann upp á Mateo. Mateo setur hann af netinu og út. Já, smá erfiður kafli núna og HK er komið með frumkvæðið. Kristoffer því áfram í uppgjöfinni. Hann er svona erfiðustu uppgjöfurnar en gengur erfiðlega að koma okkur í alvöru sóttastöður hérna og HK er að ganga á lagið og þar er að enn og aftur er að Kristján Dimitrov 10 stig, 9 smarstig. Já. Og það er að laga Mannvitt skiltið, þakka allir Mannvitt fyrir styrkin. Áfram með smjörið, fín hávörð, boltinn áfram með leik. Hvað gerir Mateo? Flottur bolti á Mateo. Já, ekki besta staðan til þess að gera eitthvað gott úr þessu, en Mateo er einfallega bara svo ótrúlega öflugur leikmaður og klókur að hann skapar stig úr þessu. Minnkar þetta í 16-14.
Og kemur Kristján, já, Hávarðin hefur kraftinn úr þessu og svo kemur Lexi en þeir verðast þessu. Skilur boltanum yfir. Börkur setur hann tilbaka á Matteo. Matteo í gólfið að sjálfsögðu. Já, nú erum við að nýta Matteo mjög vel. Hann er komið 9 stig. Gefur Kristján ekki þumlunga eftir. 1 stigs munur, 15-16. Við missa móttökuna yfir en frábær vörn á gestunum en missa svo boltan upp í netið, upp í loftið og K.A. færa hendan stigið. Ekki að segja að það er ótrúlega vel gert að verðast þessum bolta frá Alexa en það á endanum gaf ekki neitt því þeir mistu boltan upp í loft og staðan aftur jöfn, 3 stig rauða K.A. Boltinn út á Kristján og Hávarðin byrjar að ná að krafts í þetta, kemur Matteo hinnum megin og setur hann inn, já, setur hann utalega þarna og þessir inni 4 stig rauða K.A. Matteo kom með 10 í heildina og nú fer hvert stig að vera mikilvægt, 17-16. En Hermann setur hann að bolt í netið og þetta er hvað 7. uppgjöfin sem hann klikkar á K.A. Það er að segja í leiknum 17-17. Og þá svarar Kristján með bolta í net hinum megin. 5. uppgjöfin sem klikkar á HK. Og K.A. endurheimtir innstigs forskot hérna 18-17. Kemur Matteo. Já, bara örugt. Fín móttaka og fín bolti hérna en Hávarðin áfram góð. Matteo. Já, Lúðvík upp í loftið og svo kemur vel gett hjá Lexa en þeir verðast þessu vel. Hávarðin enn að taka kraftinn úr svo og þetta er klaufalegt. Eddi var held ég farin að hugsa aðeins fram í tíman hérna og fyrir viki missar hann að bolt í gólfið og þetta er svekkjandi. En Hávarðin og K.A. er farin að standa virkilega vel, er að taka kraftinn úr eða bitið úr sóknarleitum hjá HK en þetta var svekkjandi og fyrir vikið er því staðan jöfn 18-18. Óskar og Börkur upp á Edda og Eddi, já, frábær vörn og kemur Kristján hinum megin og aftur er Lexi að skora blokkstig. Já. Eins og segja, Hávarðin og K.A. er heldur betur dottinn í gang núna og Lexi kom með 3 blokkir, eða 3 blokkstig og 8 stig í heildina. Og hvar endar þessi og þessi er dæmdur úti, það var tæpur og Óskar í K.A. hélt að var inni en ég held að þetta sé rétt að þessi bolti dæmdur úti og munaði engu þarna K.A. undir stela þessi stígi en í staðinn er 19-19. Birkir, vel gert hjá honum, Börkur upp á Lexa og Lexi, þetta hraða upp á miðjuna er að skila enn og aftur 20-19 K.A. En þá missum við Lexa í afturlínuna og svo náttúrulega skiptar hann út fyrir Birki Líberó og við missum uppgjöfarréttin en Hermann kominn í framlínuna, kemur Lexi. Þeir verðast þessu vel og svo kemur mögnuð lauma hann á Lúðvík. Fyrsta stíði hjá Lúðvík og hann fer svo sjálfur aftur. Og Birkir tekur vel á móti. Boltinn tilbaka á Matteo bombar sig gólfið. Frábær
Frábær bolti, 11. stig hjá Matteo. Já, liðina skiptist á að skora alltaf núna. Káa heldur þessi einstigs fórskoti, þá það Börkur. Flottu bolti hjá honum, en fín móttaka á gestunum. Og þeir að bjarga þessu? Nei. Endaninn náðu þeir því ekki. Hetjuleg barátta, en Kristján Dimitrov komið með 11 stig. Hann er svo sem vanur því að standa fyrir stigaskorun HK í vetur. Það er spurning hvort það sé ekki svolítið mikið á hann lagt að hann er bara miklu liti einn að standa fyrir sóknarleiknum og þessi bolti hjá Óskar er út. Tæpur en úti var hann HK 2 stig í raunina. Þá tekur Andrei Colin dos Santos leikhlé fyrir Káa. Sammála þessu. Ekkert slæmt svo sem er bara fínt að minna fái aðeins að anda, fara aðeins yfir hlutina. Það er stutt á milli í þessu og eins og ég segi, Káa-lið má ekkert mikið við því að tapa hreinum. En já, þetta er búið að vera flottur leikur til þessa. Svo sem eins og við reiknum með 2 skemmtileg lið. En leiklið búið og þá er Valens Torfi hér fyrir HK. Hörkubolti, flott móttaka hjá Edda og svo kemur Matti og aðeins að hika þarna og fyrir vikið þá er Kristoffer að blokka hann en áfram með boltin í leik og Óskar setur hann að bolta beint í antennuna eða spíruna góðu. Og þá er ekki að spíra því. Nú er boltin dæmdur úti. Og HK núna komið í fína stöðu 23-21, 3 stig í rauð á þeim. Valens Torfi áfram í uppgjöf, kemur hér fastu bolti frá honum. Frábær móttaka hjá Óskari, þá kemur Matti og enn aftur er Kristoffer að blokka og nú skorar hann 7. blokkstig HK. Og HK 4 stig í rauð og aftur tekur Andrei Colin dos Santos þjálfari Káa leikhlé og nú er staðan orðin erfið. Káa þarf 3 stig í röð. Auk þess sem við þurfum náttúrulega að taka móti þessum hörku uppgjöfum frá Valens Torfa. En já, ég verð að klára hérna að halda áfram leik. Valens Torfi, það er þetta leikli eitthvað að býta á hann. Það var rosalega öruggur í uppgjöfunum sínum. Hér kemur hann, setur hann í netið, já. Það er þetta gamla góða þjálfarastig að taka leikli fyrir að trufla andstæðing sem er heitur í uppgjöfunum. 22-24. Þá tekur Massimo leikli fyrir HK. Það eru leikli hérna á báða bóa. Óskar er nú yfirleitt góður í að pressa með sínum uppgjöfum. Sjáum hérna uppgjöfanýtinguna, Káa með 39, Hefnar af 45. HK 38 af 44, þetta er rosalega svipað, 87% og Káa getið 86%. Sjáum hvað Óskar Fernández Celis gerir fyrir Káa-liðið, hann má alltaf ekkert klikka í honum. Spurning hvort hann taki einhvern séns eða hvort hann taki bara örugga. Við ætlum að veðum að alltaf að gera þeim erfitt vik, þannig að við fáum boltan auðvitað tilbaka. Hérna kemur boltin, já, þælur.
Og kemur þessi bolti frá Kristjáns og hann að skora sitt 12. stig og 25. stig HK í annar hrinnu. Sér til þess að HK jafnar hér metin í 1-1, 25-22 og það þýðir það að nú þarf K að vinna næstu 2 hrinnur til þess að fá öll 3 stigin hér í dag. En gleymum því svo sem ekkert að Vestri eru 3 stigum fyrir ofan K fyrir helgina. Þeir töpuðu í dag 3-1 fyrir Hamri, Hamarsmönnum og mæta svo aftur á morgun á sama tíma og K og HK mætast hér í K-menninu kl. 1. Þannig að ef að það fer aftur svo að Hamar sækir öll 3 stigin gegn Vestri á morgun, þá dugar K 4 stig til að fara upp fyrir Vestra og gæti jafnvel gerst að það sé nú að sækja 3 stig, en það kemur allt í ljós. Sjáum hérna að þetta voru svolítið sveiflur í þessu, liðin skildist á að leiða, en á endanum voru það HK sem að voru sterkari þegar það mest á reyndi. Sjáum svo stigaskorunina, Matti og Kristján báðir komið 12 stig, algjörlega magnaðir kapparnir að vanda. Alexander Arnar Þórisson með 9 hjá K-liðinu, Óskar Fernandes Elís 4, Hermann Bíring og Edvard Konstantín Bors báðir 2. Hjá HK og eftir Kristján komaðir Kristoffer og Valens báðir með 5 stig og Elvar Örn með 4. Kíkjum svo á tölfræðina úr þessari annari hrinnu, 22-25 sigur HK. Áfram sóknin á K, öggbeittari 11 smarsti hjá K gegn 10. Hins vegar 1 ás hjá HK, 1 lauma hjá HK og bæði lið með 3 blokkir. Og svo K að gera aðeins fyrir mistök, þetta svona svipa í fyrstu hrinninni, nema þá náðu K að skrúa fyrir mistökin og sigla á endanum fyrstu hrinninni heim. En já, 1-1 hér eftir 2 hrinnur og það kemur unni lítið og óvart 2 mögnulið. Það er alltaf vitað í úrslitakeppninni að HK mun mæta Aftureldingu, liðin í 2. og 3. sætinu. Það bara spurning hvort það verður K eða Vestri sem mæta deildarmeisturum Hamars. Hamar enda líka kjöris bikarmeistarar og svo náttúrulega Íslandsmeistarar frá því fyrra. Algjörlega magna lið þarna í Hveragerði. En þá var alltaf að vera klárt hér fyrir 3. hrinnu, Börkur Marinusson fyrir K. 4 uppgjafar af 5 heppnast hjá honum. Hérna sækir hann ás. Eitthvað smá klúður hérna í móttökunni og Börkur kominn á blað. Hans fyrsta stig. Já, sjáum við þetta niðurbrot á stíinu. Kemur Börkur aftur. Fít bolti og aftur í smá vandræðum og Óskar setur hann yfir. HK snýr vörn í sókn, kemur boltinn að kant en Börkur mættur undir. Það var að Birkir sem setur upp á Matteo og Lúðvík tekur á móti. Frábæri varnarleikur komum yfir. Nú þurfa að nýta okkur sénsinn. Kemur Matteo hratt og skorar. Já. Hratt spil og Matteo var bara mættur strax og fyrir vikið var háörnin ekki klár og þá ekki að sökum að spyrja. Matteo 13 stig, þar af 10 smöss. Áfram með Börkur í uppgjöfinni og þeir eru áfram í smá vandræðum en þessi bolt út. Nei, býttu nú upp, hann inni. Ég fannst hann vera úti en svo sem ekki í bestu aðstöðunni hérna upp í blaðmannstúkunni. Þessi dæmdur inni og Valens Torfi fær sitt 7. stig í dag. K 2, HK 1 hér í 3. hrinnu. Lúðvík, þessi bolti skoppar að netinu og við missum hann yfir tilbaka.
Sénsinn hjá gestunum, kemur hörkubolti, Hávartin í lagi á Hermanni og í kjölfarið missar hann út af og Káa fær sitt 3. stig hér. Og þá er komið á honum Óskari. Kemur Óskar. Fín bolti frá honum. Móttakan hins vegar fín og kemur Kristján af hárninni og Óskar nær að halda lífi í þessu og Káaliði skýrar hann yfir. Nú er eins og Sénsinn hjá gestunum, kemur hörku bolti þarna og Valens Torfi í díostöðunni klárar þetta snirtilega beint í gól. Hann er að býta hressilega frá sig, komið 7 stig. Það var eins og ég búinn að segja, þurfa fleiri að stíga upp í sóknarleik með HK og Valens er heldur betur að svara því kalli. Börkur upp á Matti og Matti að blokka, þeir næra að bjarga þessu og kemur þessi bolti út og Káaliði fær því stigið 4-2. Það var smá hikandi hvort það hefði verið snerting eða ekki en svo var ekki og boltinn út 4-2 Káa. Ágætis byrjun hér á 3. hreinu. Tilbaka á Kristján og Kristján blokkaði, frábær blokk Lexi sem áður að gera frábærlega. Hann er komið 10 stig drengurinn og þetta er 4. blokkin hjá Lexa. 5 blokki komnar hjá Káaliðinu og Lexi á 4 þeirra. Það er vel gert. Og kemur Hermann. Já. Lúðvík tilbaka á Kristján og Kristján einn á móti Edda og Kristján er ekki vandræð með að skilja í skólu. 13 stig í honum. Þá er Kristófer fyrir HK. Þessi bolti er út. Káaliði lætur hann fara og það er hárrétt ákvörðun. Og þá er Matti á fyrir Káa. 6-3 fyrir Káa hér og þetta er magnaður ásjá Matti og já, þetta getur kappinn svo sannarlega. Það er ekkert grín að taka móti sem uppgjöfum hjá hann þegar að takast og þetta er annar ásinn hjá Matti og í dag 50 ásinn hjá Káa gegn 2 hjá HK en þetta er svo líka hættan við það að pressa svona úr uppgjöfunum. Þá getur þetta alltaf gerst. Boltinn í netið þarna hjá Matti og staða nú 7-4 Káa í vel hér í 3. hreinu. Þá er Kristján fyrir HK, vel gert hjá Birki, boltinn tilbaka á Matti og Matti setur hann inn. Jájá, þessi var allan daginn inni, þegar HK hélt hann væri út til að fara, en þessi var allan daginn inni. Matti og stórleikur að vanda, maður er bara vanur þessum tölum hjá þessum gæja, 15 stig. Og 3. hreina er rétt nýhafin og við erum alla með 4 hreinur hér í dag. Hér út að kant, vel gert hjá Birki og ávörnin á HK stendur sig þarna og svo missir Lexi boltan yfir og boltinn út í kjölfarið. Lexi, já, svektu við sjálfum sig þarna, svona skiljanlega. Það kemur Óskar hérna og setur henni í Hávartin og út. Já, sá það að hann var í erfiðri stöðu, boltinn nálægt netinu. Hávartin báðir mættir þetta mót honum en Óskar klárar þetta frábærlega, lemur hann bara fast í vörnina, utalið í vörnina. Og kemur þessi aftur í 4 stig, 9-5. Lexi.
Missa móttökum yfir og Hermann Bíring, já. Hann neglir þessu lúr á netið, bombar þessu tilbaka. Hans 3. stig og sýnir hvað í honum býr. Lexi áfram í uppgjöfinni, búinn að vera flottur í uppgjöfinum í dag. Raunin bara flottur leikur hjá honum í dag. Heilsinni kemur Kristján hinum megin og já, fínt kemur Óskar hinum megin. Hávarðin fín hjá gestunum en hann skoppar út og Káa fær því stigið. Þetta er svekkjandi, Hávarðin að standa flott hjá gestunum en boltinn að skrúast af þeim og út og Káa komið 6 stigum yfir og þá tekur Massimo leikhlé. Já. Sjáum hérna blokkstíðin góðu. Lexi 4 blokkstíð og svo Elvar og Kristoffer hjá HK báðum með 3. Hermann með 1 hjá Káa-liðinu. Lexi. Flott uppgjöf. Móttakan góð og þessi bolti skrúfast af Hermanni í gólfið. Elvar með þennan bolta kom með 5 stig þar af 3 blokkir sem vorum að lesa á hann. Þetta er hans fyrsta smastig. Var þetta ein lauma á hann í fyrstur hinnu. Elvar fer svo í uppgjöfin og þessi dettur þetta niður. Sá þetta lítið að fara en hann pompaði þetta niður og Elvar að laga stöðunni í 11-7. Mikilvægt að ná að halda forskotinu. Missið ekki strax tilbaka. Edvard gerir þetta vel. Boltinn svo upp á Óskar og aftur Óskar setur inn í Hávarðina út og þetta var að segja aðeins til sín. Þeir eru smá pirrar hérna. Lúðvík og núna var það Kristoffer sem var með honum. Núna svo var þetta Lúðvík og Elvar í Hávarðina á hann. En hvað það? Börkur með hennar bolta, virkilega góð móttaka og þessi bolti að Hávarðinu og út. Og Valens Torfi. Hann með 8 stig núna, þar af 7 smöss. Minkar þetta aftur í 4. Þá Lúðvík í uppgjöfinni. Fín móttaka, boltinn upp á Matti og af Hávarðinu og ég veit ekki alveg hvað Markus Ingi var að gera þarna. Bolti fór að klálega af Hávarðinu og hann einhvern veginn var ekki viss hvað þetta að fara frá að taka móti bolta og enda að fá hann í öxlina. En Matti skorar hérna sitt 16. stig. Og Óskar fyrir Káa, hörkubolti, frábær móttaka, boltinn hérna út á díóin og þar Valens að klára vel. Hans 9. stig, þessi sá að svara kallinu. Það þurfa fleiri að taka ábyrgðina í sóknarleiðinum hjá gestunum. Og kemur hér, setur hann út, já. Og Hermann fyrir Káa-lið, þetta ágætisbolti hjá honum og kemur frábær boltið þarna upp á hann Kristoffer og Kristoffer fljótur refsa þarna. Þetta var virkilega skemmtilegt að sjá.
komið smá jafnvægi í þetta núna. Þetta að skiptast á að vera 4-5 stig sem unnar hérna. Kristófer setur hann út. Núna uppgefðan aðeins farnar að klikka hjá gestunum. Kemur Matteo. Matteo var að sækja ás, hans þriðji í þessum leik. Já, þetta gerir Matteo virkilega vel. 17 stig hjá honum, 12 smös, 3 ásar, 2 laumur. Hvar endar þetta hjá drengnum eða hjá kappanum? 33 á árinu. Og þeir missa móttökuna tilbaka. Börkur upp á Lexa. Þetta vel gert hjá gesturinn á að svara fyrir sig hérna. En nú kemur Matteo afturlínunni. Dugur kraftin úr þessu. Og Kristján setur tilbaka. Kemur aftur Matteo. En þeir að verja þetta. Frábær bolti og Eddi nær ekki að refsa. Sénsinn á HK. Hávarðin frábær. En boltin í leik. Og enn hávarðin góð og þessi bolti endar inni. Lexi með sína 5. blokk. Alexander Arnar Þórisson, þvílíkur leikur í honum, 11 stig. Það að 5 blokkstig. Hann með 5 af 6 blokkum KA-liðsins. Þetta til fyrirmyndar. Þetta var líka alvöru rally. Matteo setur hann út. Þessi var alltaf daginn úti. Og þá kemur Valens Torfi aftur inn. Kristján Dimitrov fyrir HK. Núna 6 stiga munur. Nú þurfa þeir lánum að halda boltinn af netinu. En Lexi mættur undir. Og svo kemur hörkubolti frá Matteo. Hann örlítið úti. Og HK fær því stigið. Kristján aftur skoppar hann á netinu og aftur Lexi klár. Matteo með laumuna en frábæla varist. Kemur Kristján hinum megin. Frábært blokk. Og hvað að gerast? Lexi, hann heldur að raða inn blokkstigunum. Hann komið með 6 blokkstig hérna. Það ennþá nóg eftir á þessum leik. Mér fannst það alveg magnaðan daginn þegar Hamarsmenn mættu þetta norður og Hafsteinn Valdimarsson í liði Hamars var með 8 blokkir í þeim leik. Nú hann Lexi komið 6 og ennþá sensi meira. Og hér Óskar að refsa þegar HK með misti boltan yfir. Lúðvík eitthvað að meina hvort það hafi verið einhver seiling í þessu. En ég held nú að þessi bolti hafi verið á leiðinni yfir. Og Massimo tekur leikhlé í stöðunni 19-12, KA í vil. Þetta lítur vel út hjá strákunum, 7 stigum yfir. En við svo sem þekkjum það að hlutningir eru rosalega fljótir að breytast í blækinu. Þú mátt aldrei taka fótinn af bensíngjöfinni. Já, sjáum hérna ásana í leiknum. Það Matteo stigastur með 3 ása, Lexi, Eddi og Börkur allir með 1 KA. Svo Kristján, Elvar, Örn og Valens Torfi allir með 1 hjá gestunum. Og aftur að verða klárir hér í hasarinn. KA 19-12 yfir, spurning hvort að þetta seinna leikhlé hjá Massimo breyti einhverju. KA-liðin innfætt að búið að vera mjög öflugt hér í 3. hreinu. Flott svar eftir tapið í 2. hreinu áðan. Og Eddi kemur hér
Fít bolti, móttakan í lagi og svo kemur hörku bolti hér á kantinum og Markus Ingi Matthíasson kominn á blað. Já, HK sálsög ennþá vel inn í þessu en þeir þurfa þá að tengja nokkuð stig núna. Kemur Markus og þessi er inni, það er hárrétt. Já, þetta er eiginlega önnur uppgjöfin á skömmum tíma frá HK sem boltinn bara pompar niður og Markus Ingi er komin núna með 2 stig á örskömmum tíma. Það hafa ekki verið komin á blað þar áður. Boltinn er upp á Óskar, einn í hávurtamótunum og þessi bolti enda svo í gólfinu. Og þetta er stórt, 20-14, KA-liðið er 5 stigum frá því að taka þessa þriðju hreinu og komast á aftur yfir, núna í stöðunni 2-1. Lexi setur hins vegar í netið. Lexi sem búinn að vera öruggur sínum uppgjöfum. Hann setur í netið. Sjáum þetta er 10. uppgjöf sem klikkar á KA. HK klikkar 9. 5 stiga munur. Þetta er hvergi nærri búið hér í þriðju hreinu. Flott móttaka hjá Birki. Óskar setur hann í hávörðina. Og kemur valið þennan bolta. Börkur upp á Óskar af hávörðinni beint í gólf, já, hörku bolti og Óskar Fernández Elís er að skora sitt 9. stig. Kemur KA aftur 6 stigum yfir, 8 smass stig hjá Óskari, 1 lauma. Já, fín móttaka hjá gestunum og þessi bolti er inni, þannig að HK þarf að sækja og það gera þeir. Lúðvík með flotta laumu, aftur er hann að skora með magnari laumu, bæði stigins þannig. Og heldur HK inn í þessu, hann er lúmskur, það má eiga það. Og er líka að velja réttu tímana hvenær hann er á að lauma. Það er meira að segja hvenær á að velja þessa tímapunkta. Þegar þú gerir þetta of oft, þá eru menn alltaf vakandi fyrir því að þú ert að fara að lauma. Kemur Kristján og þetta var ansi sannfærandi hjá honum. Beint í gól, 14 stig hjá Kristján. Það er aðeins dregið á honum, en eins og það kannski meira því að Valens og fleiri hafa verið að stíga upp. Það hefur ekki þurft að reiða sig jafn mikið á Kristján. Þessi bolt frá Lúðvík en ábyrði hvað, þetta var klaufalegt. Boltinn lekur einhvern veginn yfir netið og hávörðinu á HK missir af honum. Ég veit ekki alveg hvað Kristóf er að setja út á þarna. Þetta var eiginlega bara meira bara pirringur að enda svona, en boltinn endar í gólfinu og KA fær hérna mikilvægt 22. stigið sitt, 5 stigum yfir á 9. Óskar Fernández fyrir KA. Hörkubolti, móttakan í lagi og kemur hörkubolti frá honum Valens Torfa. Hans 10. stig í leiknum. Og áfram opið fyrir gestinn að stela þessari hrinu. Þá tekur Andrei Collins leiklið fyrir KA. Já, minni enn og aftur á að liðið mætast aftur á morgun hér í KA klukkan 1 og það er í kjölfarið svo klukkan 15:30 fyrirgefi mætast kvennaliðin. Allt í beinni hér á KA-tíðinu, auðvitað viljum við sjá alla mæta hér í KA-milið. Ég segi strákarnir í baráttunum að komast í úrslitakeppnina. Stelpurnar að fara að fá deildarmeistaratitilinn eftir sinnleik. Og svo klukkan 18:00 er KA í handboltanum að sækja Gróttu heim á Seltjarnarnes í lokaumferð fyrir óðstil kalla í handboltanum.
nóg framundan og þá setur hann Valens þessa uppgjöf í net og þetta er 10. uppgjöf sem klikkar hjá gestunum og sjáum hérna uppgjöfanýtinguna 87% hjá KA, 84% hjá HK. Lúðvík upp á Kristján og Kristján, já. Bombar þessi gólfið, komið 15 stig. Já, rétt skal vera rétt. Hann kláraði skiptinguna og Nökkvi Freyr mættur aftur til leiks. Kemur í uppgjafastöðu. 23-19 KA 2 stigum frá því að klára þetta. En HK sem ekkert langt á eftir. Það væri mjög mikilvægt að klára þessa hrinu með sigri. Börkur á Lexa, frábær vörn hjá Lúðvík og Börkur tilbaka á Matti og aftur er Lúðvík að standa sig. Hvað gerist hér og þetta er tvíslag. Já. Nökkvi getur lítið sagt í þessu. En sáuði varnarleikinn hérna í tvígang hjá Lúðvík. En allt kom fyrir ekki og endanum dæmt tvíslag hérna á Nökkva. KA því komið 24-19. Stigi frá því að taka þriðju hreinu og komast aftur yfir í 2-1. Allt klárt hér. Matteo í uppgjöfinni. Ég ætla að veðja á að hann pressi hér. Hörku bolti af netinu en þeir ná að verðast þessu. Og svo kemur að sjálfsögðu Alexander Arnar Þórisson með sína 7. blokk. Og hann klárar þessa hrinu 25-19. 13 stig hjá honum. Það er 7 blokkir. Já. Þetta var magnað. Hann má eiga það, hann er fyrirferða mikill hann á miðinni. Og KA komið í 2-1, vann fyrsturina 25-20. HK svaraði svo með 22-25 sigri, en KA hér með 25-19 sigur í þriðju hrinu, kom í 2-1 og sigur í næstu hrinu myndi tryggja 3 stig sem myndi gera það verkum að KA og Vestri væru jöfna stigum fyrir leikinn í morgundagsins, en við þurfum að sjá til þess að svo verði. Hér sjáum við KA-liðið náði frumkvæðinu snemma hér í þriðju hrinu og héldu 4-6 stiga fórustu alla hrinuna og þessi sigur í þriðju hrinu var sanngjarn. Svona. Við sjáum svo stigaskorurana. Matteo kom með 17 stigastur á vellinum. Alexander Arnar Þórisson með 13 stig, það er 7 blokkstig. Verður áhætt að sjá hvort hann ná að toppa þessi 8 stig sem að Hafsteinn í Hamarsliðinu gerði hér í káminu á dögunum. Óskar Fernandes Elís með 9 hjá HK, þar er Kristján Dimitrov með 15, Valens Torfi 10 og Elvar Örn og Kristófur báði með 6 stig. Já, kíkjum svo á tölfræðina í þessari þriðju hrinu. Já, 25-19 sigur KA, núna var það reyndar HK sem að var með beittari sókn, 11 smasti gegn 8, en KA áfram með fleiri ása, 3-2, ein lauma á hvort lið, svo þarna kannski helsti munurinn, 4 blokkir hjá KA-liðum, það voru allar hjá Lexa, enginn hjá HK. HK var búið að byrja blokkina betur, en núna er KA komið með 8 blokkstig gegn 6 í heildina. Það var 4 hérna í þessari þriðju hrinu og mistökin sjá líka KA-liðið gerir aðeins 5 mistök sem gefur HK-liðinu stig. Það er 3 mistökar uppgjafir. Þetta er svipað eins og fyrstu hrinu. Leiðum við náðum að skrúa fyrir mistökin. Þá erum við í ansi góðum málum. En hér er alltaf verið klárt fyrir fjórðu hrinu. KA í break á að klára leikinn.
En ef maður þekkir þetta hákáli þá munum við ekki gefa okkur neitt. Lúðvík, fyrirlið þeirra í uppgjöfinni, hefur þessa fjórðu hreinu, hér kemur hann. Og Eddi með fína móttöku, bolti frá Berki og enn Óskar að setja henni í hárinu út. Þetta búið að vera lungan á hans stigum í dag, eða kvöld. Eins og Óskar er ekkert endilega svo hæsti í loftinu, hann hins vegar stekkur hátt. En hann er líka bara klókur og eins og segi, er að nýta það. Setja bolta bara í hárinu og út. En hér klikkar hann Börkur í uppgjöfinni. Mattius Klóska fyrir HK. Lítið spilað í dag og ekki lengi að sækja ás. Óskar með móttökuna missir hann upp í loftið og Mattius Klóska sækir þennan ás, hans fyrsta stig í dag. Þetta er 5. ás gestanna, KA með 6 ása hins vegar í heildina. Kemur Mattius aftur. Börkubolti, þetta er eins og vel geta Birki. Börkur upp á Hermann. Tímasetningin alveg fullkominn. Áfram með smjörið. Boltinn hér á Kristján. Hittir ekki alveg nægilega vel og Kálina því að verðast þessu. Enn er Óskar Fernández Elís að neglis í blokkina út. Hans 10. stig. Já. Þannig að Óski sé nokkuð heita heldur en að ábyrði þess að háurinn alltaf á móti sér. Hann er búinn að lesa hana alveg upp á 10. Og staðan því upp 2-2 hér í fjórðu hreinu. Hörkubolti frá Óskari, frábær móttaka. Og svo kemur Kristján með þennan bolta af háurinn á Edda og í gólfið. Og Kristján komið með 16 stig. HK eins og segja alltaf með bakið við vegg, með ekki tapa þessari hreinu. Freistað sem knýja fram 8 hreinu. En það væri alltaf magnað að KA næði að taka þessa hreinu og jafna þar með Vestra fyrir lokaðum fyrir hérna. Það væri alvöru spenna í loftinu þegar KA og Vestri leika bæði á morgun. Og kemur Valens, er frábærlega gert þarna hjá Berki, hann mættur undir og setur Óskar hann yfir. Hvar endar þetta? Kemur Valens hinum megin, setur hann út og KA fær stigið. Já, Börkur gerði vel hérna, fleygði sér undir boltan og hélt þessu lífi. Í kjölfarið setur Valens boltan út. Og þetta er stál í stál hér í fjórðu hreinu. En Hermann setur hann í netið. Og þetta er hvað á 12. uppgjöfin sem klikkar að KA. 2 hér í upphafi fjórðu hreinu. Þá er Kristján Dimitrov mættur fyrir HK. Og hann er enginn að berga þessum bolta. Og þetta skrifast í sem ás hjá Kristján. Hann er komið með 2 ása. Eini leikmaður gestanna sem komið með meira en 1 ás. Geta nú alveg orðið fleiri hér hjá honum. Hér kemur hann á ný, hörkubolti og Óskar frábærlega gert hjá honum og Matti á hinum megin og þessir inni. Já. Mikilvægt að missa HK ekki frá okkur og Matti er með sitt 18. stig. Minnkar þetta í 1, 4-5. Kemur Matti svo í uppgjöfin hinum megin, fastur bolti og þeir eru í smá vandræði með þetta en koma nú svo endanum yfir. Kemur Börkur á Lexa og Lexi klárar. Já. Þvílíkur leikur hjá Lexa. 14 stig á miðjunni. Það er ekki oft sem við sjáum það. Og hvað þá líka það séu svona mörg stig eftir blokk. Kemur Matti aftur. Hörkuboltinn setur hann í netið. Og HK er því áfram
að leiða þetta hér í fjórðu hrinnu. Þá komið ánum Valensi Torfa. Hannes Torfi Ingimundarsson. Hvað gerir hann hér? Búinn að eiga flottan leik. Þetta svo þægilt fyrir Óskar. Börkur upp á Lexa. Nú Lexi blokkar. Vel gert hjá strákum að halda lífi í þessu. Og þessi inni. Matteo. Þessi var utalega. En Matteo setur hann inn. Vel gert hjá Birki Frey þarna að fljótur að bregðast við. Heldur boltan gangandi. Og í kjölfarið svo Matteo með sitt 19. stig. 6-6 hér í fjórðu hrinnu. Kemur Eddi, setur hann í neti, þetta of dýrt, þetta einfallega of dýrt. Fjórða uppgjöfin sem klikkar að káa hér í fjórðu hrinnu. Sem þegir það eru rúmlega helmingur stiga HK hér í fjórðu hrinnu eftir mistök í uppgjöf hjá káa. Það of mikið. Elvar Örn fyrir HK. Urgubolti. Börkur upp á Óskar. Óskar enn og aftur í blokkina út. Og þeir líta einfallega á hvern annan, Kristoffer og Lúðvík, bara hvað ég var að gera í þessu. Óskar að jafna í 7-7. Kemur Lexi. Mattius tekur við þessu, fær svo boltan í kjölfarið frá Lúðvík og blokkaður en heldur svo lífi. Kemur aftur boltan á Mattius og þessu nær Lexi ekki að stýra og HK komið yfir í 8-7. Mattius Kloska ekki spila mikið í leiknum til þessa en komið 2 stig núna. Ás og svo þetta smastig. 8-7. Þá Lúðvík fyrir HK. Já, Eddi bjargar þessu, missar hann yfir, kemur Mattius innum megin og já, þeir bjargar þessu og Mattius setur hann yfir, náður að bjarga þessu, nei, KA fær stigið. Já. Matteo komið með 20 stig. Staðan jöfn 8-8 hér í fjórðu hrinnu. Börkur, fítbolti á honum, móttakann er svo góð og klikkar hann hraðið uppfylgja miðjuna. Þá kemur Óskar hinum megin, núna það blokkin og svo inn á völlin og Káli nær ekki að verjast þessu og þetta var hörku blokk. Og HK áfram að leiða þetta. Boltinn hér upp á Matteo á hávörnin, kominn vel í lag hérna. Kristoffer aftur, frábærlega gert hjá honum. Hann komið með 8 stig, þar af 5 blokkir, gefur Lexa lítið eftir. Og HK komið í 10-8. Þessi úti hins vegar, Mattius hélt að hann væri að ná ástum þarna en þessi var aðeins út fyrir og KA fær þarna mikið stig. Eins og segi, við viljum helst fá 3 stig hér í dag, þá þurfum að vinna þessar hreinu. Kemur Óskar, skoppar að netinu, vel gert hjá Mattius að taka á móti þessu og svo kemur Kristoffer með þennan bolta af hávörðinu niður og kemur HK aftur 2 stigum yfir. 9. stigið honum. Já. Kemur Kristoffer og fín móttaka hjá Edda. Kemur svo Matteo, hávörðin góð hjá gestunum. Þetta hörku hávörðina hjá Valensi Torfa. Já, Valens og Kristoffer að stíga heldur betur upp í stigaskoruninni. Þriggja stiga munur. Kemur Eddi, setur hann yfir hávörðina, boltinn tilbaka. Og Matteo og tvíslag hérna á Börku var í erfiðri stöðu, alveg klíndur upp í netið.
og í kjölfarið dæmt tvíslag á hann. HK 3 stig í röð, þeir komið 4 stig við núna og við verðum eiginlega að ná að svara sem allra fyrst. Kemur Matteo bombar þessu og náður að bjarga þessu. Þeir fyrirðast að gera það. Lúðvík setur hann tilbaka og kemur boltinn hér á Matteo klárar þetta, frábærlega gert. Það er ekki alltaf að vera fast. 21. stigið hjá Matteo. Þetta var mikilvægt, ná að losa stöðuna og færast skrefi nær gestunum hér í 4. hrinu. KA 2-1 yfir. Lúðvík upp á Kristján eins og er í hávörnina. Börkur upp á Matteo, frábær bolti, þeir eru að bjarga þessu. Nei, hann var dæmdur. Það hafi verið út fyrir antennuna þessi bolti, þannig að hann dæmdur úti og já. 2 stig í röð KA, 13-11, 11-13. Hermann aftur, flottur bolti, Matteo stekur hans að vel á móti, kemur svo Kristján hinum megin, setur hann út! Og nú skil ég ekki alveg, þeir vilja meina að það hafi verið net þarna gestirnir. Ég allavega var ekki var við það. Ég var kannski aðeins of mikið að einblína á hvað Kristján var að gera, en hann allavega setti boltan út og það er niðurstaðan. Kemur Valens og nei, þessi hetjulega björgun hjá Berki skilja boltan einfallega út. Káalega vildi meina að þeir kannski ekki verið beint svona reynt slag á bolta, eða ítt honum áfram. Þannig að nú eru bæði liðin bruna aðeins á þetta í sér heyra. Það kom inn svolítið hitt í þetta. En HK 14-12 yfir og þá er margum ræddur Kristján í uppgjöfinni. Og strákarnir eru þeir að bjarga þessu. Óskar næra skilur hann yfir, vel gert, en sénsinn er ekki að hafa gestur núna. Valens af hávörninni og út. Og Valens Torfi kemur HK í 15-12. Það var hörku uppgjöf hjá Kristján. Strákarnir í vandræðum skiljuðu boltanum þægilega yfir fyrir HK sem hann nýtti sér sénsinn. Aftur er því Kristján í uppgjöfinni og kemur fastu boltur á honum af netinu. Kemur svo Matteo og setur hann í netið. Þetta er dýrt núna. 4 stiga munur á ný, 16-12. Og þá tekur Andri Collis dos Santos þjálfari KA leikhlé, hans fyrsta í þessari 4. hrinu. HK 4 stigum yfir eru búin að vera ögn betri hér í þessari 4. hrinu, en þurfum einfallega bara að ná að fækka mistökurum aðeins. Sjáum hérna að uppgjöfnýtingin er búin að snúast aðeins. Nú er það KA sem er búin að klikka fleiri uppgjöfum. Enda búin að klikka núna 4 uppgjöfum bara í þessari 4. hrinu. HK aðeins 1. Ja, allir leikhlé hefur bitið eitthvað á Kristján. Kristján kemur hér. Langur bolti en Birk tekur vel á móti. Börkur upp á Lexa. Lexi hraði bolti en Hávarn tekur kraftin úr þessu. Finnst nú að vörðin sótt. Birkir vel staðsettur hérna. Boltin svo á Matteo. Matteo boltin deyr í Hávarninu og dettur í gólfið. Já, þetta þurftum á þess að halda. Og Matteo kom með 23 stig kallinn. Já, 17 smöss hjá honum. Þau verða fleiri. Og þá kemur þessi magnaða lauma
Já, þetta er gaman að sjá. Þá þetta séu gestirnir og Lúðvík Már heldur áfram að leika sér að okkur með þessum laumum. Hans þriðja lauma í dag. Hans 1-3 stig. Það er svo sem kannski mikið meira sem auðspyrari er að skora. En vel gett hjá honum. Og hér kemur ásjá Valensi Torfa. Valens Torfi kemur HK í 18-13. Nú er þetta að fara að verða erfitt. HK aðeins 7 stigum frá því að knýja fram Odda Hrinu og taka þá minnsta stig úr leiknum. Frábær móttaka hjá Birki. Boltinn upp á Matti og með bombu hérna og þeir ná ekki að begga þessu. Já, enn er Matteo að skora 24 komin hjá honum. Eddi fer í uppgjöfuna, vinstra þurfum að laga stöðuna sem allra fyrst. Eddi. Fín móttaka, kemur Mattius Kloska, blokkaður en dæmt net á Lexa þarna, sýndist mér. Elvar Örn. Langur bolti, fít fyrir Birki og hann nær að tróða þessu í gólfið. Hann er Alexander Arnar Þórisson. Lexi 15 stig á honum í dag. Frábært. Það er ekki oft sem við sjáum miðju skora svona. Það er að segja að skora svona mörg stig. Svo kannski típist miðjustig að íta boltann í getum hárunina. En 19-15 og Lexi fýtt bolti og einhvern veginn deyr boltinn hann í höndunum á Mattius Kloska og Lexi fær þetta ás. 16 stig hjá Lexa. Annar ásinn hans 7 smarstig, 7 blokkir. Aftur kemur Lexi, aftur leitar hann að Mattius og þeir ná að íta boltanum yfir og í kjölfari missir KA boltan út. Aftur 4 stiga munur, þetta er ekki alveg búið. En við þurfum að fara að tengja fleiri stig saman. Lúðvík fyrir HK. Hér kemur hann, þessi bolti, þægileg fyrir Edda. Boltin tilbaka á Matti og boltin, nei, hann er ennþá lifandi. Ég ætla að segja að hann var að skrúfast upp í loft og í kjölfarið refsar Hristian Dimitrov með sínu 18. stigi. Mér fannst svona KA hálf hættaðir eins og við sæju það að boltin væri að fara upp í netið upp í loftinu. Svo var hins vegar ekki og Hristian þá í úrvalsstöðu að skora sem hann nýtti sér. Kemur Eddi með fína móttöku, kemur Óskar en Óskar er blokkaður hér. Kristófer Björn lokar á hann. Þeir virðast búin að finna lausn á því hvernig á að stoppa það að Óskar negli í hárinu út og staðan orðin 22-16 HK í vil. 6 blokkir hjá Kristófer. Hann er að nálgast Lexa. Kemur Matteo, hann er blokkaður. Mattius Kloska. Og HK er að ganga frá þessari 4. hrinu. 7 stiga munur skyndilega, 4 stig röð í HK. Og stefnin allt í að við séum að fara í 8. hrinu hér. Gleymið ekki að KA þarf helst á 3 stigum að halda. Ef þetta fyrir 8 hrinu þá þurfum við allavega að sækja aukastigið. En fá allavega 2 stig úr leiknum. Sjáum hvað þetta er. Mattius Kloska. Vel gert hjá Matteo. Og Óskar. Frábæra slegið með fram hárunni. Utalega. Beint í gólf. Og hans 12. í dag. Minkar þetta í 23-17. Þá er Börkur Marinósson mættur í uppgjörna fyrir KA. Hann er búinn að vera frekar öruggur og
já, talandi var öruggur, þá kemur Kristján Dimitrov þarna með þessa neglu, hans 19. stig og HK nú í rauninni algjört formsatriði fyrir HK að klára þessa 4. hrinu og fá þar með upp þessa 8. hrinu. Kemur Matthías Kloska með hennar bolta, þetta er svo þægilt fyrir Birki. Boltinn hér upp á Matteo laumar og skorar, já. Það er svo sem ennþá von í þessu. En þá má Óskar Fernández Celis ekki klikka neinu. Kemur Óskar með þennan hörkubolta, móttakandinn var góð og Kristján Dimitrov, hann klárar þessa 4. hrinu, 25-18 sigur HK í 4. hrinu og við erum því að fara í 8. hrinu, bæði lið komið með 1 stig úr leiknum og bara spurningin hvort að KA-liðið ná að klára 8. hrinuna og fá þá allavega 2 stig út úr þessu. En það er nákvæmlega eins og við tölum HK þó þeir hafa ekki endilega miklu að keppa. Þeir eru fastir í öðru setinu, eru að sjálfsögðu mætti norður til þess að standa sig. Og þeir eru hér búin að knýja fram 8 hrinu. Já, sjáum við þetta tímalínuna í 4. hrinu. Jafnt á með liðunum í upphafi, en síðan náði HK að slíta sig aðeins frá og vinnur endanum 7 stiga sigur hér í 4. hrinu. Náðu þarna skora einhver 4 stig í röð þarna á lokakaflanum sem gekk endanlega frá þessu. Sjáum stigaskorununa, þar er Miguel Mateo Castrillo með 25 stig fyrir KA. Alexander Arnar Þórisson 16, Óskar Fernández Celis 12, aðrir töluvert minna. Hjá HK er Kristján Dimitrov með 20, Valens Torfi 14, Kristoffer Björn með 10. Kíkjum svo á tölfræðina hér í 4. hrinu. Það er svona 18-25 sigur HK. Já, þetta er svona, þetta sjáum við að KA-liðið svo sem er að skora ágætlega vel úr sínum sóknum. 11 smastig er nú bara ansi gott, sérstaklega skorum bara 18 stig. HK eins var með 8, 3 Ásari HK gegn 1, KA með 2 laumur gegn 1 og svo er það sem við vorum að tala akkurat öfugt við áðan sem KA með 4 blokki gegn Yngri. Nú snýrist það alveg við, hún var KA með enga blokk, HK 5 og svo náðu HK heldur betur að skrúa fyrir mistökin sín, klikka aðeins 1 uppgjöf og gefa í heildina aðeins 4 stig frá sér eftir mistök. KA eins var klikkað á 4 uppgjöfum strax í upphafi og klikkar á endanum á 8 stigum sem að gefa HK stig. En já, við erum að fara í 8 hrinu, þar er spilað upp í 15 og þegar annar liði kom upp í 8 stig þá skiptaði vallarhelming. Og það vill nú yfirleitt verða þannig í 8 hrinunni að það skiptir rosalegu máli að ná frumkvæðinu. Og hvað þá ef nærða komast 3-4 stigum yfir, það hefur svo mikið að segja þegar það er bara að spila upp í 15. En já, alltaf verið klárt hérna, Börkur Marinósson fyrir KA. Fínn bolti, þeir eru smá vandræðum hérna, en gera endanum vel úr þessu og Kristján setur hann yfir. Börkur upp á Matteo blokkaður, en heldur lífið sem kemur svo aftur, setur hann að blokkinni, en þeir verjast vel. Matthías Kloska bombar þessi gólfið og fyrsta stigið er gestanna hér í 8 hrinu. Matthías Kloska spilaði lítið sem ekkert fyrir þetta leiks, en er að koma sterkur inn núna, komið með 4 stig. Kemur HK í 1-0. Lúðvík fyrirliði HK. Kemur hér í uppgjöfinni, hún er
þægileg og kemur Matteo, frábær vörn þarna og Matteo sinnum einn blokkaður og Óskar Fernández Celis nær að loka á hann. Fyrsta blokkin hjá Óskari. Já, þetta var blokkin, ekki lauma, en hvað það? Óskar og jafn í 1-1, fer svo í uppgjöfina fyrir Kiði og kemur Kristján, ítir hann í hávörnina og það dettur hann í gólfið, vel gert hjá Kristján og kemur HK í 2-1, hans 21. stig í leiknum, stigaðasti leikmaður úrvalsdeildar karla í blakinu. Kannski eðlilegt að sé í blakinu, já. Mattius Kloska. Fín móttaka. Börgur á Hermannu, sáði Lúðvík. Frábælega bjargað honum og svo kemur mögnuð hávörn hjá Hermanni. Hann var hérna aleinn í hávörninni. En hann gerði sér bara einfallega stóran og ítti þessum bolta í gólfið. Önnur blokkin hjá Hermanni og staðan jöfn 2-2 hér í Hoddarinu. Mattius tekur á móti. Kemur svo Valens af hávörninni, Börgur á Óskar, svo kemur Matteo og Matteo setur hann út. Og enn HK með frumkvæðið en Káa hefur verið að jafna harðan. Kristoffer setur hann í netið og aftur jafnt, 3-3. 12. uppgjöfin í heildinni sem klikkar á HK, Káa på klukka 14. Kemur Matteo Castrillo fyrir Káa, setur hann út. Já. Þá það orðna 15, uppgjöfna sem hafa missetnað sig Káa og HK enn með frumkvæðið 4-3. Þá Kristján kominn og bregst honum bólistinn. Það greinilegt að það komið mikil spenna í húsið og mistökin að verða algengari. 4-4. Edvard Konstantín Bors fyrir Káa. Þessi bolti á Mattius Kloska og svo kemur Valens, setur hann út. Þessi var úti. Já, en það fær Káa stigið. Vissar að fara vel yfir þetta, en þessi var úti og Káa því komið yfir núna 5-4. Jæja, áfram með þetta, kemur Eddi, setur hann í netið og henn jafnt, bara jafnt á öllum törum hér í Oddahreinunni. 5-5. Valens í uppgjöfastöðu fyrir HK. Setur hérna bolta á Óskar, Óskar tekur hann vel á móti, fær svona bolta tilbaka og setur hann rétt út, hann var tæpur en úti var þessi bolti, getur lítið þessu sagt þó að Óskar svona aðeins að spyrjast fyrir, kannski skiljanlega en nei, þessi bolti var úti. Aftur kemur Valens. Já, Lexi gerði bara ágætlega úr þessu. Tók boltan eiginlega óvænt þarna. Endi smá vandræði þarna gestirnir með boltan frá Matteo. Skilur hann yfir. Nú þurfa að nýta sénsinn. Boltinn upp á Óskar. Óskar á hávörninni. Já, þetta er mættur undir. Kemur Óskar aftur. Og bombar hann hér. Frábær vörn. Mattius Kloska
og hann er að skora, kemur HK í 7-5, 3 stig í röð hjá HK. Þetta er áfram gríðarlega jafnt og spennandi. Fín móttaka, Börkur upp á Lexi í hávörnina, gera vel gestir hérna, kemur Kristján og þetta smass algjörlega með frá endalínu, frábært hjá honum og kemur HK í 8-5, þeir leiða því 8-5 þegar liðin skipta hér vallarhelming og nú reynir á okkar lið. Ég sé Oddahreynan upp í 15, HK er núna 7 stigum frá því að klára þetta. Þeir eru búin að skora 4 stig í röð, hún þurfa að stoppa Valens Torfa sem er hér í uppgjöfinni. Hann er búin að vera að pressa okkur, kemur fastu bolti, hann er alveg töluvert út í þessi og Káa með sitt 7. stig, 8-6, HK í vil. 14. uppgjöfu sem klikkar á gestunum, 16 hjá Káa hins vegar. Svo við sjáum þarna, kemur Lexi. Flottu bolti, móttakan fín hins vegar og kemur Matthías Kloska. Hávörðin í góðu lagi og Lexi setur hann upp á Óskar. Óskar bombarist í gólfið, já. Hann er Lexi að sína það að hann getur alveg spilað upp líka. Og Óskar klára þetta frábælega, 8-7. Þetta er hvergi nærri búið. Alexander Arnar Þórisson kemur hér, flottu bolti, flott móttaka og kemur svo þessi bolti frá Kristján Dimitrov. Deyr í hávörninni og hann kemur HK 2 stigum yfir, hans 23. stig í leiknum. Hann er alltaf búinn að vera alveg ótrúlegur í stigaskorun í vetur. Birkir kallar vel hann að boltinn svo Óskar reynir að lauma, Matthías Kloska er mættur hérna, fær svo boltinn í kjölfarið, blokkaður og þeir eru að bjarga þessu skiljan yfir. Börkur, velur Óskar, frábærlega slegið hjá honum, en vel gert hjá Elvari þarna, hann er að verðast þessu. Og Börkur tilbaka á Matti og Matti er að lauma og Matthías Kloska, hann nærægt inn að íta þessi bolta áfram. Áfram heldur sóknan þungi Káa-liðsins, kemur Óskar setur hann undarlega og þeir eru að bjarga þessu, missa hann hins vegar yfir. Og upp á Óskar núna, Óskar bombar þessu og hann er dæmdur úti. Ég var að pæla hvort það hefði verið snerting eða ekki, en svo reynist ekki vera. Og HK 3 stigum yfir, þetta var svekkjandi, frábær sókn af Káa-liðinu, trekk í trekkin enn. Og aftur er vörnin hjá HK að standa vel fyrir sínu. Börkur tilbaka á Matti og blokkaður, frábær blokk hjá Kristoffer Björn. Hann er komið með 7 blokkir í leiknum af þessum 11 stigum sem er búin að skora. Hávörðin er búin að vera magnaðar hér í dag og þá tekur Káa-liðið leikhlé. HK í afar góðri stöðu á að klára þennan leik. Káa er þó allavega að fá stig við minnsta út úr þessum leik þegar leikurinn fer í Oddahreynu. Gleymið því ekki að liðin mætast aftur á morgun kl. 1 hér í Káa-milinu. Sama tíma mætast Hamar og Vestri og eins og ég segi, við þurfum að treysta á að Hamarsmenn, deildarmeistararnir, bikarmeistararnir, Íslandsmeistararnir klári lið Vestra á morgun eins og þeir gerðu í dag. En það er alltaf ekki nóg, við þurfum að vinna okkar leiki
Eitt stig eins og kemur allavega í þá stöðu að 3 stig á morgun gætu dugað. Og hér Kristófer enn og aftur að blokka hans 8. blokkstig og hann komið með 12 stig í heildina. Hann með 8 blokkir af þessum 13 sem hákaði með hávörnin í góðu lagi hjá þeim. Kemur Elvar með hennar bolta, Óskar tekur vel á móti. Það boltin tilbaka og frábær háð. Þetta hnýttist sem Lúðvík takan. Fyrsta blokkin hjá Lúðvík og HK komið í 13-7, 5 stig í röð eftir að KA minkaði í 7-8 og þetta að verða ansi erfitt. Boltin hér upp á Matti og bombar þessu og Kristján tekur vel á móti. Kemur Matti úr Kloska, hann þarf að koma yfir, gerir þetta mjög vel. Boltin á Matti nær ekki að klára þetta, þessi út og HK einfaldlega að klára þessa oddahreinu. Lítið gengið á KA núna og HK 14-7, vantar 1 stig í viðbót til þess að klára þetta. Elvar með hennar bolta, Eddi tekur á móti, Börkur upp á Óskar og þeir að bjarga þessu frábærlega gert. Og Matteo nær að skila hann beint tilbaka. Þurfti að teygja sig heldur betur inn á bolta. Heldur lífi í vonum KA. En við þurfum 6 stig í röð. Það þokkaleg pressa á honum Berki. Börkur Marinósson kemur hér og Mattius Kloskan að kroppina bolta og þeir skila hann yfir. Við þurfum að pressa. Kemur Matteo, setur hann út. Það þýðir það að HK vinnur þennan leik 3-2 eftir oddahreinu sem þeir taka 15-8. Svekkjandi niðurstaða en gleymum því ekki að með þessu úrslitum í dag þá KA að færast stigi nær vestra. KA það með 31 stig í deildinni, vestri 33. Vestri eiga Hamar á morgun og KA mætir HK klukkan 1. Ef að Hamarsmenn klára sinn leik 3-0 eða 3-1 þá dugar KA að vinna 3-0 eða 3-1. Það segja 3 stigin á morgun. Ef að KA myndi vinna í oddahreinu á sama tíma þá ég ekki alveg viss hvernig staðan í hreinu hlutvöldum. En það eitthvað sem við getum skoðað seinna. Þannig sjáum við þessa oddahreinu. Eftir við minnkuðum munn í 7-8 þá áttu við bara einfallega ekki svar og HK vinnur á endanum frekar sannfærandi sigur í oddahreininni. Kíkjum á stigaskorunina. Sjáum hérna Matteo, stigastur KA með 26 stig, Lexi 16, Óskar með 14, Hermann Býring með 4, Edvard Konstantín Bors með 2 og Börkur Marinósson 1. Hjá, ég ætla að stökkva niður á golf, KAB skulum bara segja þetta gott, en við sjáumst ferska morgun.